Já, góðan daginn og velkomin. Og ýmsátt ég von á þegar ég fór að vinna fyrir olíufélagið SO 2006 en ekki þessu að ég myndi standa í Borgarleikhúsinu og fara að flytja hér eitthvað sérstakt erindi. Vonandi lukkast það nú ágætlega. Ég ætla kannski ekki að svara miklum spurningum hérna fyrir salin í dag en ég ætla að spurja mjög margra spurninga og það svolítið tilgangurinn með þessu erindi mínu í dag. Það að við sem þjóð förum að spyrja okkur gagnrýnna spurninga það ferðalag sem við höfum verið á og hvert við viljum stefna og hvort að við erum undirbúin undir framtíðina. Ef við lítum til þess hvernig þetta var árið 1960 þá var svona almennt álitið að innan 10 ára þá myndi mannskepna vera farin að fljúga í flugbílum og tækninni fleygði fram og allt það sem við þekktum áður væri á hverfandi hveli. Það eru auðvitað ekki þannig. Hlutirnir gerast hægt en örugglega. Ef við horfum 100 ára aftur í tíman þá ljóst að breytingin sem hefur orðið á þeim tíma gríðarleg. En ef við horfum 3 ára aftur í tíman þá hefur kannski ekki mjög mikið gerst. Erum við að undirbúa okkur fyrir þessa framtíð sem er komandi og á hverju ætlum við að lifa sem þjóð í þessu landi? Einhvern veginn hefur það nú verið þannig, allavega síðan að ég man eftir mér, að umræðan gjaldeyrir alveg ótrúlega sterk í þessu landi. Og meðal annars vegna þess að við áttum engan gjaldeyri mjög lengi. Og það sem við sjáum á slæðunni hérna fyrir framan okkur það að á ekki mjög löngum tíma, eða síðastliðnum 100 árum, hefur þjóðin þrefaldast í magni. Og ef að fólksfjölgun verður með sambærilegum hætti, þá verður við hátt í 1 milljón manns á þessari eyju hér eftir 100 ár. Ég held þetta geti gerst hraðar, reyndar vegna þess að náttúruauðlindir sem við búum yfir eru í slíku mæli að það með ólíkindum og aðra þjóðir eiga ekki þessar náttúruauðlindir og lífsgæði í öðrum löndum eru lakari heldur en að við eigum að venjast. Nú ég var að tala um gjaldeyrir, það svona tækni vandamál og það einhvern veginn þannig að ég heyrði það á kaffistofunni hjá okkur núna bara fyrir ekki mörgum dögum að fólk var að segja það að það var nú góða fréttir að vöruskiptahallinn væri núna horfin og við væri komin í jákvæðan vöruskiptajöfnuð. Milljarðar í maí held ég að talan hafi verið og ég held að svona umræða á kaffistofum í fyrirtækjum út í Evrópu eða í stærri hagkerfum, hún þekkist ekki. Fólk almennt ekkert mjög áhyggjufullt yfir þessu. Við höfum hins vegar langtímum saman þurft að líta á gjaldeyris. Síðastliðin ár var til nóg, nú til lítið og það þarf að fara vel með hann og þá alveg ljóst að við þurfum að spýta í lófana og reyna að afla gjaldeyris sem mest við getum til þess að bæta lífskjörin í þessu landi og tryggja það að börnin okkar sé að glíma við öðruvísi vandamál heldur en við erum að glíma við hér í dag. Og þá ágætt finnst mér að horfa til þess á hverju við lifum. Við erum að flytja út vörur í töluverðum mæli, meira mæli en margar aðrar þjóðir og það má kannski líta á það sem tíðindi að í fyrsta skipti 2008 þá vorum við að flytja út málmvörur, aðalega ál, svolítið járnblendi fyrir hátt í 200 milljarða króna og í fyrsta skipti fór sú framleiðsla fram úr sjávarútvegi sem stærsta útflutningsgreinin. Sjávarútvegur tryggilega í öðru sæti og ferðaþjónustan mjög hratt vaxandi atvinnugrein. En það sem kannski athyglisvert við þessa glæru það hvað allar hinar súlurnar eru smáar og hvað áhættan mikil í þjóðfélagi sem býr á svona fábreyttum útflutningsgreinum. Og það líka dálítið skuggalegt að við skulum geta bent á ákveðnar súlur, tökum til dæmis lyf- og lækningavörur og við getum bara sett kennitölu við þessa súlu og þetta bara Actavis. Það eitt fyrirtæki. Við getum sett aðra kennitölu við vélbúnað og tæki, það Marel og svo mætti lengi telja. Við getum bara sett kennitölur á súlurnar og þetta sýnir okkur það hversu brothætt þessi strategía sem við erum með í okkar útflutningsgreinum og hvað okkur hefur þó ekki lánast að dreifa áhættunni í tekjuöflun þjóðarinnar sem skyldi. Nú við höfum lengi litið á okkur sem útgerða þjóð og þá hann svona frótt að spyrja, eitthvað sjómaður í salnum? Það gefur sig enginn fram. Það eru fyrrverandi sjómenn, það hafa margir verið fyrrverandi sjómenn. En þetta nefnilega svolítið lýsandi. Það eru ekki mikið sjómenn á Íslandi og ég held að það sé nokkuð ljóst að ef við þurfum að skapa 500–600.000 störf í þessu landi á næstu áratugum, árhundraði kannski, að þessi störf verða örugglega ekki sköpuð í sjávarútvegi. Þannig að við þurfum klárlega að líta til annara þátta og
ég gerði það nú svona ganni mínu að skoða kannski þessa 4 stóru fiskistofna, bólfiskstofnana sem við erum að taka mest af tekjur af og horfa á hvernig þeim að farnast. Og þetta eru aflatölur á Íslandsmiðum síðastliðin 40 ár og þá sjáum við það að ýsan að dafna ágætlega og það vöxtur í veiði sem gott. En ef við skoðum hina 3 stofnana þá erum við fyrst með ufsann sem að lengi vel gaf ágætlega. Hann hefur svona verið að staðna og jafnvel dala undanförnum árum og við erum að nota karfan sem á tímabili var orðin gríðarlega stór hlutur af okkar útflutningi. Við sjáum að það virðist vera sem að við höfum þegar toppað í aflabrögðum í karfa og hann hefur verið niður á við í dálítinn tíma og ekkert sérstakt útlit fyrir að það sé að breytast. Og verðmætasti stofni sem hefur verið að flytja út í gegnum tíðina síðan þorskur og við þekkjum ágætlega umræðinu þorskinn og hann því miður á sama róli og þessar 3 tegundir sem ég nefndi áðan. Þannig að horfurnar í aflabrögðum á Íslandsmiðum eru að mínu viti í besta falli stöðugar og það okkar verkefni að verja þessa grein og reyna að halda í þessar útflutningstekjur eins lengi og við getum með því að ganga vel fiskimiðin. Það sem sagt ekki þannig að við getum lifað sem þjóð ört stækkandi mannfjöldi á fiskveiðum. En það eru nokkuð fleiri atriði sem skipta öllu máli hort til næstu 100 ára og við vitum svo sem hver þessi atriði eru. Þetta ekki nein sérstök geimvísindi. Þetta eru þessar frumþarfir sem við þekkjum. Það hreint vatn og Íslendingar búa svo vel að við erum með 609.000 rúmmetra af vatni á hvern íbúa á ári til ráðstöfunar og við notum innan við 1% í dag af þessu vatni. Þar auðlind sem klárlega verðmæt og hækkar í verði dag frá degi og við þurfum að fara að hugleiða hvernig við ætlum að nýta hana. Og það matur, það nú svona engin 2 menn sammála það hvort að íslensku matur góður eða vondur. En hann held ég almennt álitinn tiltölulega hreinn. Við notum ekki mikið af lyfjum eða bætiefnum í okkar ræktun. Það mjög stutt frá framleiðandanum og inn á borð neytenda sem eru ákveðin lífsgæði. Og það risastór markaður núna út í heimi sem að vill borga hærra verð fyrir vöru sem þeir geta rakið, ekki bara til framleiðandans heldur hreinlega inn á tún, hvar skepnan ólst upp og svo framvegis. Þetta getum við gert, höfum þessi tæki öll í höndunum. Nú svo það þessi fræga orka, landi býr yfir gríðarlegum orkulindum, ekki bara í því að þegar að vatn rennur yfir stein og býr til rafmagn, heldur getum við stungið boron í jörðina og búið til rafmagn líka. Við búum hér við gríðarlega vindorku ef við myndum vilja nýta okkur vindorku og síðan hægt að ímynda sér virkjun sjá að falla og eitthvað slíkt til orkunótkunar. Og mér langar hérna að sýna ykkur eitt atriði. Þetta svona kólapóki. Við notum þetta svolítið til að grilla pulsur og hamborgara. Þjóðirnar í kringum okkur eru mjög mikið að nota kól til raforkuframleiðslu og ekki síst Bandaríkin og Asía og það verið að opna núna nýtt kólaraforkuver í hverju einustu viku eitthvað staðar í heiminum til að framleiða rafmagn. Það ástæði fyrir því að ég kom með þennan póka, hann ekki bara selja svona grillkól. Heldur miklu frekar sá að í einum svona póka svo orka sem fer í það að downloada einum sjónvarpsþætti yfir internetið. Þannig að þegar börnin okkar eru að downloada 24-seríunni, þá kannski póka röð hér eftir sviðinu alla leið yfir. Þetta sem hina þjóðurnar þurfa að gera til þess að hafa rafmagn. Og við getum alveg klárlega lagt okkar á mörkum til þess að minnka þessa spillandi orku sem aðra þjóðir eru háðar.